Velkomin Baksviðs. Síðustu mánuðir hafa verið alveg ótrúlega skemmtilegir og lærdómsríkir fyrir okkur. Við höfum tekið viðtöl við ótrúlega tónlistamenn og lært alveg helling í leiðinni. Þessi síðasti þáttur af Baksviðs, eða næst síðasti, því okkur langar til þess að gera einn í viðbót. Okkur langar til þess að senda hann út beint. Í þessum þætti ætlum við að heimsækja jazzgítarleikarann Andrés Þór og hann ætlar að spila fyrir okkur nokkra juicy jazzhljóma. Guðmundur Pétursson ætlar að spila fyrir okkur hluta úr svítু sinni Enigma. En fyrst langar mig að sýna ykkur hvernig ég hlusta á hljóma. Því að fyrir tónlistarmanninn skiptir jafnvel meira máli að hlusta heldur en að spila. Það skiptir svo ótrúlega miklu máli fyrir tónlistarmann að hlusta á það sem hann er að spila. Daginn fékk ég nemanda til mín sem sagði: ég veit ekki alveg hvort að þetta sé D-dúr eða D-moll, eða hvort að þetta sé D-dúr eða D-moll. Og alltaf þegar ég kenni hljóma þá kenni ég fólki að hlusta á hljómana, því að hljómarnir segja okkur svo margt. Til dæmis segi ég alltaf dúr er glaður og ef þið hlustið á dúr þá er alltaf svona glaðlegt yfirbragð, sama hvaða hljóm ég spila. Og mollinn er alltaf svolítið sorgmætari. Svo eru líka til sjöundarhljómar og þeir hafa sömu sögu að segja. Þessi sjöundarhljómar til dæmis er væminn, finnst mér. Hann er svolítið bleikur og væminn. Og svo er til annar sjöundarhljómur sem er kúl. Og sjöundarhljóman er mæ-sjö, hann er væminn. Og sjöundarhljómur er kúl. Þarna á einfaldan hátt erum við búin að læra hvernig við getum þekkt hljóman í sundur og sett þá í svona fjölskyldur. Dúr er glaður, moll er leiður,
maí 7 væmin og 7 cool. Velkomnir í hellinn minn í Hafnarfirði. Við erum í bílskúrnum mínum hérna þar sem ég æfi mig heima og vinn og svona. Ég hérna úr Hafnarfirði upphaflega og byrjaði í svona unglingahljómsveitum hérna. Spila með hljómsveitum eins og Yrju og Not Correct og seinna meir fór ég í spilaði svona í ballbransanum með hljómsveitinni 60s. Og síðan lá leiðin til útlanda eftir ég kláraði tónlistarskóla FIH hérna heima. Þá fór ég til Hollands í nám í jazzgítarleik og kennslufræðum. Hvenær færður þið yfir í jazzin? Varstu alltaf í jazzinum eða varstu jazzgítarleikari þegar þú varst í 60s? Þar var áhuginn að kvikna, sko. Þá var ég að læra í tónlistarskóla FIH og það svona kviknaði einhver áhugi í kringum það. Reyndar byrjaði aðeins fyrr, hann var ekki kannski endilega í gegnum kennarann, það var meira að ég átti svona félaga sem voru með mér í menntaskóla sem lánuðu mér einhverja plötur sem að kveiktu í mér. Ég held að ég hafi fengið lánað hjá einum vini mínu sem var bassaleikari með mér í bandi, Viðar Hrafn Steingrímsson. Hann lánaði mér Pat Metheny Questions and Answers plötuna. Þá var ég búinn að vera að hlusta eitthvað á jazz en það var svona platan sem svona þá small þetta. Ok, ég vil gera þetta. Ég man að ég var að keyra upp í Gerðuberg til þess að finna einhverjar plötur á bókasafninu þar og fara með það heim og taka á leigu og hlusta á það og setja það yfir á kassettu og hlusta á það í bílnum og svona. Meðan að í dag þá aðgengið þessu öllu einhvern veginn miklu betra. Þannig að ég hugsa að það sem að kannski hjálpar fólki sem að vill leita sér upplýsinga bara að vera svona pínu obsessed. Já, ég held að það sé eiginlega, þetta þarf að vera svona obsession, sko. Til þess að fara út í þetta og bara leita og þá finnur maður eitthvað. En kannski aðallykillinn þá halda sig við einhverja litla hluti. Því að það er svo gott aðgengi öllu þá verður þetta svona svolítið overflow af upplýsingum. Þannig að ég held að maður er búinn að finna eitthvað eitt sem að maður heldur að sé áhugavert, bara svona fókusera á það og leyfa því svona að mjalla. Og það er allt í lagi að vera að skoða litla hluti í einu. Eins og Jim Hall talaði sem að dó nú bara fyrir nokkrum árum. Og þegar hann var ungur þá átti hann eina plötu, held ég. Sem að Charlie Christian, gítarleikari, er að spila með Benny Goodman. Og hann kunni hana bara utan bara þessa plötu. Það var svona hans skóli. Það er mjög svona afmarkað sem hann hefur haft aðgengi að þarna. Það sem að mér finnst svo spennandi við það sem að jazzgítarleikarar eru að gera og það sem að aðrir gítarleikarar í öðrum stefnum geta tileinkað sér eru allir hljómarnir sem að jazzgítarleikararnir búa yfir. Já. Geturðu sýnt okkur aðeins nokkra hljóma og hvernig menn hugsa þetta? Já, eins og til dæmis ef ég,
sem er kannski eitthvað sem að flestum myndu þekkja væri eitthvað svona einfaldur G, bara þríhljómur og ég gæti sett, major 7, þá var ég komið með eitthvað svona pínu jazzað og svo kannski 9 og síðan gæti ég farið að prófa að taka þennan sama hljóm og finna eins og það sem er kallað inversionir eða hljómhvörf og fá þetta var til dæmis allt sami hljómurinn, bara major 9 sem er engin 5 í og svo bara frá 9 og frá 3 og frá 7. Já, bara svona þríhljóm, og þetta er allt sami hljómurinn í rauninni, bara með Flesta tónlistamenn langar til þess að skapa tónlist því að það jafnast ekkert á við það að spila sína eigin tónlist fyrir aðra. Þegar ég hitti Robin Ford daginn, þá ræddi ég einmitt svolítið við hann lagasmíðar og hvernig hann nálgaðist sínar lagasmíðar. Two things you need to write a song. You need a title, and you need an idea of what the song is about. Now that sounds so like, really? That's your tip? But it's profound. A title and an idea of what the song is about, and once you start writing that, either one can change. The title can change, and the idea about what the song is about can change. This is kind of the same thing I was just saying. It's you can start with a bad idea. It's okay. Let it, it evolve. So I took that and put that in the bank. For me, I really do kind of work that way. And secondly, Oscar Hammerstein II, very famous musical writer, from New York. He also, there's a Oscar Hammerstein II on lyrics. This is called. I highly recommend getting that. Stephen Sondheim on lyrics. Highly recommend getting that.
And the thing that I took away in particular from Oscar Hammerstein is he said, don't worry about a rhyme. You know? He said, only use a rhyme if it really serves the song in some way special, you know? I definitely have bad ideas. It doesn't take long, you know, to let go of a bad idea. And quite honestly, a bad idea is not necessarily a bad idea. A bad idea is a start. So for me, it's much more like that. You know, you can start with a bad idea. That's okay, you know. I tend to finish most of what I start because it just doesn't matter, you know, if it's bad, you know. It doesn't matter. It's okay, you know. Let it be bad for a while until you find a way to make it good, you know. You know, so it's like it's become this just ongoing process. You know, it doesn't stop. You know, it's almost, you know, it's you know what I mean? It's like writing one song that goes through different phases, you know. It's not, okay, I'm going to write a song, so we start from scratch, you know. You never start from scratch, you know. A chef doesn't ever start from scratch. You know what I mean? He's cooked a lot of food, so he knows what salt tastes like. He knows what pepper tastes like, you know. It's really like that, you know, like a great carpenter or something, you know. He's not making his first table, man. You know what I mean? You have a lot already there that, you know, you call on, you know. And so again, it doesn't matter what the stimulus is. It's just that you're stimulated or have an idea, you know. And again, for me, there are things that, okay, I'll just drop it, you know. That happens pretty quickly. I get great people around me, you know, and I draw on them, you know, like, wow, you making me look good. That's what Miles did, you know. And the way he fulfilled himself outside of that artistically was by painting, not by going and practicing 2-5-1s, I mean, you know, or Indian music, you know, I mean, which you can do, but he wanted to enjoy himself rather than beat himself up. And I'm one of these people who, I get people together to let them play, you know. I'm not telling them what to do, and I don't expect them to do, you know, certain things that I need, but I'm not one of these guys who beats up his band, you know. Við fengum frábæran gítarleikara til þess að enda þáttinn fyrir okkur í dag. Hann heitir Joe Robinson og hann hefur verið að túra allan heim með gítarinn sinn síðan hann vann hæfileikakeppnina Australia Got Talent árið 2008. Gjörðu þið svo vel. Kind of still one, right? Yeah. All right, here we go. Record out even though I had my doubts. Couldn't wait for it to blow over. Thought I had to get away. Really I needed to stay still for a while. Grow a bit older. And here I am standing tall. Bring it on, wrecking ball. Come and get me. Come and get me. 'Cause I'm ready for it all. I'm back at full force.
I'm gonna hit this town like a hurricane, and I'm gonna rain on this parade. Let me introduce you to a brand new me. To figure out who you are is most important of all, and I took a while to slow down some, learned a thing or two about myself, and I knew I wasn't gonna be following anyone. And here I am standing tall, bring it on, wrecking ball, come and get me, come and get me, 'cause I'm ready for it all, I'm back at full force. And I'm gonna hit this town like a hurricane, and I'm gonna rain on this parade. Let me introduce you to a brand new me. You tried to drown me, 10 feet down me, chain and bound me without no key. Never thought you'd see me like Houdini. Abracadabra, I'm free. And I'm gonna hit this town like a hurricane, and I'm gonna rain on this parade. Let me introduce you to a brand